Koma næstur síðan Berglind Rós og þá Hjörtur Magnússon og síðan Hekla Katarína, Tómas Larsen og síðan Þórdís Erla. Geima næsta umræðinu það en hér kemur Haukur alveg galvarskur á fal frá Þingeyrum. Jæja, Haukur. Þeir eru mjög svo myndað þessu. Hvað segirðu gott? Bara gott. Það ekki. Þetta var svolítið misjafnt bara einhvern veginn sem þú fékkst. Já, þá var endur einhver leiðrétting sem greinilega var verið að koma á framfæri en Já. Siggi heyrði ekki. 6,3 og 3 og upp í 7,1 svona. Já, þetta var svona svolítið bilað á sig okkur. Já. Af hverju, hvað heldur það hafa verið? Ég veit ekki, ég vona nú ennþá að sé þarna einhver villa sko, þannig að það sé nú allavega að önnur þeirra lágutala sé röng sko. Já. En það myndi muna ef önnur væri röng og myndi hún detta út. Og... Já, það er alltaf. Já. En þægilega að hafa eina svona lága sko, verða þeirra tvær sko. Já, nákvæmlega, þá er það að fara að hafa verulega. En ég vona það besta. Hvað getur það sagt mér um hann Fal? Fal er alltaf bara einstakur gæðingur og einstakur vinur og frábær hestur sko. Já, óþolinmóður svolítið. Það er ekki stoppar enginn. Nei. Herðu. Þetta er ótrúlega hestur. Já, herðu, þetta var flott hefur. Takk fyrir það. Siggi er ekki alveg gríðarlega einbytting sem það þarf að halda. Það þarf nú heldur betur. Hvað er hún búið með marga ferðir? Það er óvíst. Nú? Já, hún er að ljúka, hún á feti eftir. Hún á feti eftir? Já. Líst þér ekki vel á þetta mót? Mjög. Hér verður náttúrulega bara alveg einmunna blíða alla helgina og hérna gleði og gaman. Blankalók? Já, alveg svo. Hreyfist ekki hár á það? Það var aðeins á morgun bara til þess að ef að menn eru að reykja að maður liggi ekki í svælunni sko. Já, það er líka leiðilega ég fyrir kóngul og áðan í hausinn. Já. Þetta er ekki alltaf gott að vera með loks. Nei. Það er nú bara þannig. Og hvað þarf að passa upp á til að svona gangi smurðu laust fyrir sig? Það er bara svona að lesa upp alltaf þá sem er að fara inn á völlinn og hinir sé að gera sig klára sem að nú voru að fá tilkynningu til þess núna rétt í þessu að hestur sem á að koma eftir henni, eða Gnapi dettur, mætir ekki og það er náttúrulega slæmt fyrir þann sem kemur þar og eftir þannig að maður er svona að reyna að búsla þessu saman, gefa þeim sem kemur, Viðar Ingólfsson kemur hérna eftir að hann verður þá að fá smá meiri tíma til að undirbúa sig, hann kannski, þetta er svona, en þetta er bara rennur nú allt svona vel sko, það er nú bara, og takk fyrir Þórdís Erla Gunnarsdóttir, nú Andri Þór Erlingsson, hann hefur ekki látið sjá sig í fótaskoðun eða hér á svæðinu, þannig að við gerum ráð fyrir því Viðar Ingólfsson að Andri Þór sé bara ekki á svæðinu og mæti ekki. Fáið þar að leiðandi spjald og með öllu því sem það tilheyrir. En tölur ætlum við að fá fyrir hana Þórdísi Erlu Gunnarsdóttur sína. 6,3, 5,5, 6,2, 8,4 eða 6,4 og síðan 6,6. Annar dómari, Siggi. Annar dómari hér uppi með spjald, það 6,5 á öðrum dómara. Og 6,40. Það gerir 6,40 hjá henni Þórdísi Erlu Gunnarsdóttur. Viðar Ingólfsson hér bara mættur og búinn að hýta upp og hefur gert ráð fyrir því að þessi maður, hann Andri Þór Erlingsson, myndi bara aldrei mæta. Þannig að Viðar, þú mátt hefja keppni, gjörðu svo vel. Það segir mér svo hugur að þessi Andri Þór að hann eigi ekki eftir að gera þetta. Til þess þetta gert. Til þess þetta gert.
nú bara þannig. En mér sýnist þetta bara allt í góðum málum. Já, já, mjög alveg. Það er allt gott þegar veðrið er svona. Já. Allt gott þegar veðrið er svona. Og tölvan og tæknin og allt virkar. Já, það er svolítið brúnastaða brothætt í þessu, sko, en þá grípum við bara til guðnataktana hér. Já. Skrifum þetta allt með pensli bara. Já, með pensli. Heyrðu, takk fyrir spjallið, ég ætla ekki að trufla innbyrðið. Já. Takk sömuleiðis. Gangi ykkur vel. Takk.